en það einhvern veginn að fara að segja sjálf mig að það ekki félagslega vandamál hér ef við myndum taka við sem 1.000.000 Indverjum á einu bretti, þá talar töluna endalaust, þá var ég náttúrulega bara að gera grína sjálfum mér. Já. Og það hatur gagnvart Indverjum? Ég meina, að sjálfsögðu ekki, og það myndi engin indverskur maður eða kona segja við mig, já, þú hatar okkur út af því að þú lýsir því sko, þeim vandamálum sem að þau vissulega sko, eru sjálf að díla við, að þú lýsir þeim opinberlega og segir að ef að þau myndu flytjast til Íslands að þá myndu þau ekki vera hérna. Menna, auðvitað er þetta bara brandari, og öll svona umræða svona félagslega vandamál, maður náttúrulega færi þetta oftast frá fólki, og þegar núna ég náttúrulega hnefileika þjálfari líka, og ég þjálfa Afgani og ég þjálfa Kurda, ég þjálfa Pakistana og bara fullt af fólki, alla flóruna. Og sko, ég ætla ekki að fara að gera grína mér með því að segja hérna, já, það er bara ekkert mál að taka móti endalaust af fólki og það bara fylgja því engin vandamál. Þau segja það sjálf. Já. Ég meina, ég var að ræða við mann núna í síðustu viku sem er góðvinur minn, hann á rætur svona að rekja til Marokkó. Hann er hérna sem sagt, hann er íslenskur ríkisborgari en pappans kom hérðan frá Marokkó. Hann sagði við mig, heyrðu, ég er að fara að kjósa Miðflokkinn. Já. Og ég sagði, af hverju? Bara því að það er einu flokkurinn sem að horfist í augu við þau félagslegu vandamál sem að koma frá hérna hópum sem að ég veit að er að fara að koma með þau vandamál hingað. Hann er frá Marokkó. Já. Og hann lítur út fyrir að vera frá Marokkó, hvernig sem maður lýsir því, og ég hugsaði með mig bara, ef að svona maður er að fara að kjósa Miðflokkinn, er hann þá rasisti gagnvart? Þetta er bara saman með Ayaan Hirsi Ali sem sagði hérna, ég vil ekki fara að sjá stóra hópa af þeim sem frá því landi sem ég þurfti að flýja hérna, út af því að þeir munu koma til með að áreita mig sem að þeir svo gerðu og hún þurfti að flýja. Þannig að umræðan þetta er rosalega skökk, og svo eins og segir, svo er bara komið einhverja álitsgjafar og segja hérna, já, nei, þetta er bara ekkert mál. Fólk alltaf, og eins og segir, engum tengslum við þetta, hittir aldrei neina á þessum hópum, býr ekki kringu þá, hittir þá aldrei, ræðir aldrei við þá, en þeir einhvern veginn ætla að fara að skamma Íslendinga fyrir það að vera rasistar, fyrir það að vera að spyrja spurninga. Þetta er, og eins og segja, þetta er náttúrulega bara hluti af þeirri þróun sem að við bæðum að sjá í Evrópu, en líka sem að við erum búin að tala henni í dag, er að þetta er hluti af því að það er öll þessi víi að falla, og þeir eru að falla rosalega hratt, og það er svona svo ég bara endurtækja enn og aftur, svona er það sko ábyrgir aðilar sem að þurfa svolítið að grípa hann bolta, og þegar þú ert ekki að fara að stöðva þessa stíflu, Nei. En þú ert aftur að móta hana þannig að hún fari ekki úr böndunum. Ég til dæmis nota oft eitt besta dæmi sem ég veit og það var ástæðan fyrir að ég fór að efast ágæti til dæmis Íslam og svona. Það er kona sem að ég vann með í mörg ár, hún er frá Íran og hún plataði mannin sinn sem hún giftist í Íran, átti engar kosta völ, plataði hann til að flytja til Íslands svo hann geti skilið við hann. Og þau fluttir til Íslands og fyrsta sem hún gerir, það var bara að koma sér í skjól og skilja við hann þar. Og ég vann með þessari konu í mörg ár og þetta er algjör svona, músað öllu öðru leyti, læðist með frá veggjum og þorir ekki að láta horfa í áttuna sér, allt svona dæmum manneski sem hefur beitt ofbeldi allt sitt líf. En á sama tíma mögulega hugrekkasta manneski sem ég þekki, því að ef hún hefði ætlaði að gera þetta í Íran, hann hefði getað farið með hann út á götu, tekið af henni hausinn og það hefði engin blikka auga, sko. Þessi manneska einmitt, sko, hún er á sömu línu. Hún ætla að kjósa það sem ætla að passa þetta. Og mér finnst þetta með þegar það tala um rasisma, ég get ekki sagt til dæmis að ég sé rasisti, en ég er hins vegar með algjört óþol gagnvart ákveðnum skoðunum og menningu, sem að til dæmis, nú er 3 dætur, þú veist. Ef að einhver er á þeirri skoðun að þær séu minna virði heldur en einhver maður, þá ert þú búin að gera mig að ósamálaðir, skilur, bara sem dæmi. Þá er ég með óþol gagnvart þinni skoðun, ef að þú ætlar að fara að reyna þröngvenni upp á aðra. Þannig lít ég á þetta. Og ég til dæmis talandi svona rasisma, og ég vil meina að ég kannski frekar óþol gagnvart ákveðnum kúltúr,
ég til dæmis get alveg séð, ég sé aðila sem eru, þú veist, bara sem dæmi, Indverjar búin að opna hérna veitingastaði og elska að vera á Íslandi og ógeðslega þakkláttir fyrir að vera hérna. Mér finnst þetta vera miklu meiri Íslendingar heldur en einhverjir aðilar sem að, hvað maður að segja, þú veist, hafa engar svona, þú veist, bera enga ást til landsins eða virðingu einu sinni fyrir hefðinni og gildunum sem eru búin að skapast hérna. Já, annað viðtal, svo ég vitna nú aftur í hlaðvarpið mitt, að þá var ég að taka mitt viðtal við sérsveitamann sem hefur hérna á rætur að reykja til Tyrklands og hann hérna, maður sér það alveg á honum, skilurðu, en ég meina, hann er meiri Íslendingur fyrir mér heldur en, hann sinnir landamæra eftirliti og er grjót harður einstaklingur, heitir Ómar og hérna, hann er miklu meiri Íslendingur fyrir mér heldur en margir hvítir sko. Og ég meina ég á marga svarta Íslendinga vini sem að mér finnst bara að hafa, skilur, búið til meiri verðmæti hér. Ég ætla nú ekki að fara að nefna neina nafna, það er einn aðalega til þeim sem að vinnur í miðbæ sem hefur skapað meiri verðmæti fyrir íslenskt samfélagi heldur en langflestir Íslendingar, bara með sinni veru og sinni þekkingu og sinni getu og það er svona atrið og hann er sem sagt flutt í hann frá einu landi, ég ætla ekki að vera nefnið út af því ég veit ekkert hvort hann vilja láta bendla sig við þetta, en hérna hann er bara svartur og hefur aðstofað við það að búið til verðmæti hér, hann er miklu meira Íslendingur heldur en margir Íslendingar fyrir mér og það er þetta sem við, eins og hérna, það sem við byrjum með mitt sko, hérna, það er miklu meira þetta sem að ég horfi til þegar að ég er að meta það hvort að fólk séu Íslendingar eða ekki, ég er ekkert að segja ákveðin aðlega sé einhver meiri Íslendingar heldur en aðrir en aftur á móti eru þeir sko útlendingar sem að koma hérna og eru með þetta búið til verðmæti eru að hérna auðga okkar samfélag þeir eru ekkert síðri einstaklingar svo ég segi það nú bara mér finnst þið jafnvel sumir vera allavega þeir eru líklegri til þess að halda íslenskum gildum í heiðri með sínu framtaki sko. Já og ég mynd til dæmis bara, þú veist, þegar kemur aðeins þessu, ég mynd aldrei leggja þessa konu sem að kemur og bara elskar að vera á Íslandi og elskar frelsi sem er hérna, því að þetta er frelsi sem hún hafði aldrei haft annar staðar. Hafði aldrei, veist, og hérna að leggja þessa konu að því hún er frá, þú veist, kemur úr svipari menningu eða er með sama hörundslit eða útlit og aðilarnir til mig sem að voru flæktir í heiðursmorðsmálið sem að er núna til umfjöldar. Þetta, ég myndi kalla það rasisma, en ég meina, myndur ekki segja að væri eðlilegt að þú sett með óþol fyrir þeirra skoðunum. Fólki sem að finnst, þú veist, sem sagt eitthvað þess virði, heiðurinn sinn vera þess virði að kála dóttur sinni fyrir það. Já, og ég meina heiðursmorð eru náttúrulega stórkostlegt vandamál núna í Evrópu, hafa aukist 60% í Bretlandi, þó svo að enginn vilji einhvern veginn ræða það og ég meina, eins og ég segi, það kemur svolítið niður á þessu sem við erum að ræða hérna, bara sem það er ákveðnir aðilar sem eru búin að gera sig ógildandi í umræðinni og mér finnst allt í lagi bara að tala um það að skilur, sú manneskja sem að gengur með hvað mestu offorsi gagnvart eðlilegum skoðanaskiptum er búin að afsala sér réttinum og fyrirgera sínum rétti til þess einhvern veginn, eða ekkert rétti, hann má alveg einhver taka mark á hann, en hann er búin að fyrirgera sér svona þeirri ímynd að þetta sé sko manneskja sem að þú ert að fara að koma til með að taka mark á. Menna eins og þessi sem að ég reyndar, og hann var eitthvað skammi þessi örvitinn. Hann var hérna Matti meistari. Já, örgulega. Ég veit ekkert hver þetta er. Ég sagði, ég veit ekki hver þetta er en þetta er algjör kongur, fyrir ekki að ég skulle trufla þig. Okay. Varðaskjóta þig. Já, hann er örgulega algjör kongur sko, en hann, hérna, ég veit ekkert hver þetta er og hann eitthvað, þú veist víst hver ég er. Þá hérna var hann að vitni einhver Twitter samskipti sem að sko reynda rifjust upp fyrir mér sko þegar hann nefndi það. Ég held að ég hef einu sinni sagt eitthvað, nei hann sagði eitthvað á mína færslu og ég svaraði honum. Já. Þá eru náttúrulega bestu félagar, það er deginum ljósara. Nei, ég minna, þú veist, og það er fólk sem er með svona rosalega, þú veist, það er svolítið svona, eins og manneskjan sem er svona, þú veist, á augljóslega eitthvað erfitt og er öskrandi á ósýnilega félagann í strætó. Og ég horfi svolítið svona eins á þetta er bara svona fólk sem er eitthvað froðufellandi hérna er alveg út á þú, er eins og sko bladra sem þú sleppir og er bara hérna út allt og hefur ekki hundsvit á neinu sem þau eru að tala og allir aðrir eru ógeð sem eru ósammála
þessir aðilar þurfa einfallega að verða sko að því atlægi sem að þeir raunverulega eru og að hætta að vera ákveðin svona miðpuntar einhver umræðu, þú veist, þetta er svo krúttlegt og þetta er svo fyndið og eins og segja, öll víin náttúrulega löngu fallin og þeir alveg bara gera sér enga grein fyrir því, þetta er svona eins og einhver svona embættismaður sem að missir vitið, er fjarlægður úr starfi en hegða sér alltaf eins og hann sé ennþá að sinna starfinu sko. Þetta er svona svo hermaðurinn sem þið fundu á japansku eyjunni þarna 30 eða 40 árum eftir að seinni heimsstyrjöldin lauk, hann var ennþá í skærulega hernaði. Já, nákvæmlega. Hann vissi ekki að stríðið var í búið. Nei, nákvæmlega. Og ég meina, og ég segi, stríðið er náttúrulega, sko, ef stríðið skal galla, ég meina, þetta er náttúrulega löngu tapað hjá þeim og það er allir búin að gera sér grein fyrir því og ég meina þess að kannski örgulega út af efnahagsmálum líka sem ég myndi reyndar að fara rauk fyrir því að séu líka ákveðnum leiti megi svolítið rekja til þessara afla að sé svo illa komið en og eins og segi, þú veist, þetta er náttúrulega bara við þurfum að koma fram við þetta eins og þann brandara sem þetta er ekki það eitthvað að sporna við því að þau tali ég vil í rauninni að tala meira ég hef mjög gaman að því að sjá eins og það sem hann er að skrifa ég er reyndar, og eins og segi, ég vissi ekkert hver þetta var ég set stundum hluti inn á Twitter en ég er aldrei að skoða Twitter mér finnst ekkert gaman að skoða þetta og sem er kannski ástæðan fyrir því og ég bara beðist forláts að vita ekki hver þessi kongur er sko